Vilhjálmur Bjarnason, formaður Samtaka fjárfesta, segir að fréttir af niðurfellingum ábyrgða og væntanlegum afskriftum forstjóra Icelandic Group sýni svo ekki verður umfylgst að mörg lán bankana til hlutabréfakaupa hafi aldrei staðið til að borga miðað við þær takmörkuðu ábyrgðir sem á þeim voru. Hann segir að samstarfsaðilar Landsbankans í endurreisn hans séu leppar bankans og bankinn beri ábyrgð á rekstri Icelandic. Helgi ræddi við Vilhjálm í dag. Þetta fyrirtæki Icelandic á svona langa sögu, alla götu frá 1942 þegar íslenski frystihúsaeigendur stofna samtök til að selja afurðir sínar aðallega í Bandaríkjunum og þetta fyrirtæki lendir semst í höndum Landsbankans upp úr 2000 líklega eftir einkavæðingu bankana og Landsbankanum tókst ósköp einfaldlega eyðileggja þetta fyrirtæki. Þetta fyrirtæki fór í einhverjar sameiningar raunir með gamla síf og gamla sjávarafurðaarmi sambandsins en eftir stendur nánast ónýtt fyrirtæki og Landsbankinn á þetta allt saman, það ber alla ábyrgð á þessu, það hefur allar skuldbindingar í hendinni en að vísu búin að selja einhverjum leppum, getum við sagt, hlutabréf í félaginu til þess að þeir geti dregið aðra fiskframleiðendur að þessu en eftir stendur fyrirtæki sem alveg máttlaust og mitt í þessu öllu saman að þá forstjórunum lánað til þess að kaupa hlutabréf í félaginu og hann ábyrgð fyrir því en eini greiðslumöguleikar forstjórans af láninu í rauninni af afkomu fyrirtækisins sem aldrei hefur haft neina afkomu líka því sem þarf til þess að standa undir láninu þannig að þetta í rauninni nánast endarleys eftir að þetta kemst í hendur Landsbankans og sorgarsaga. En miðað við það sem þú segir að Landsbankinn sé raunverulegur eigandi, hvernig lítur þú þá á það þegar Landsbankinn ákveður að aflétta persónulegum ábyrgðum á fyrrverandi forstjóra, þarf fyrirsjáanlega að afskrifa hjá honum skuldir en í leiðinni að ég leyfi mér að segja borgunum himinhá laun? Já, þetta dálítið sérstakt að hvernig bankarnir fóru að með þessum persónulegu lánum og persónulegu ábyrgðum sem voru rauninni bara friðþæging bankana og sýndarleikur vegna þess að það stóð aldrei til að viðkomandi ætti að standa við þessar skuldbindingar. Það sama gerist til dæmis í Kaupþingi þar sem að ábyrgðin stjórnenda var eitt skömmu fyrir hrun og í þessu tilfelli þau reyndar eitt eftir hrun og það rauninni, þetta segir sér alveg sjálft að þetta var bara sýndarleikur þessi aðkoma þessar aðila að þessu átt að virka sem einhvers konar bónus eða hvati en menn bara gleymdi því að skuldbindingu fylgir ábyrgð og hún þarna felld niður þannig að þetta bara sýndarleikur. En hvað finnst þér þessi laun? Því þetta hefur verið eitt af því sem hefur verið gagnrýnt, það voru þessi laun sem þessi fyrirtæki voru að greiða og var nú kannski þá sök sér meðan þau voru í einkaaðila en þegar eignarhaldið eru svona. Það nú erfitt að dæma laun annara en það kannski var grátlegast við launin í gær að þessi forstjóri útflutningsfyrirtæki gat ekki reikna launin sín í evrum yfir íslenska krónur. En það verður náttúrulega hvert fyrirtæki að gera það upp í sjálf hvort að starfsmenn vinna fyrir laununum sínum. Það Landsbankans í þessu tilfelli? Það Landsbankans í þessu tilfelli.